Meira en 90% Íslendinga vilja að hið opinbera sjái rekstur heilbrigðisþjónustunnar og að það leggi til hennar meira fé. Nánast engin stuðningur við að einkaaðilar reki hana. Mikill meirihluti Íslendinga vill að hið opinbera reki heilbrigðisþjónustuna og setji meira fjármagn í hana en nú gert. Nánast engin stuðningur við það að einkaaðilar reki hana. Spurt var viðhorf Íslendinga til heilbrigðisþjónustunnar í þjóðmálakönnun Félagsvísindastofnunar núna í vor. Niðurstöður sýndu að eindreginn stuðningur við að hið opinbera annist hana. 81% landsmanna því hlynnt. 18% landsmanna vilja að heilbrigðisþjónustan sé rekin jafnt af einkaaðilum og hinu opinbera, en nánast engin stuðningur við það að hún sé rekin fyrst og fremst af einkaaðilum. Það kannski kom mér á óvart hversu hátt hlutfall almennings vill að ríkið sé bæði megin rekstrar aðilinn, skulum við segja, en einnig kom mér á óvart að það hefur hækkað hlutfall þeirra sem telja að ríkið eigi að verja meiru fé. Spurt var viðhorf fólks til heilbrigðisþjónustunnar í landskönnun heilbrigði og aðstæður Íslendinga haustið 2006 og aftur núna í þjóðmálakönnun Félagsvísindastofnunar í vor. Árið 2006 vildum 81% landsmanna að hið opinbera legði meira fé til heilbrigðisþjónustunnar en núna 94%. 16% landsmanna vildu árið 2006 að fjárframlög yrðu óbreytt en núna tæplega 5%. Fáir vildu minnka fjárframlög til heilbrigðisþjónustunnar árið 2006 og enn færri núna. Þannig að við getum sagt að það sé ríkur stuðningur meðal landsmanna við svona félagslegt heilbrigðiskerfi og þá ég við að þið opinbera fjármagnað mestu þjónustuna og reki helstu svona rekstrar einingarnar innan kerfisins. Heilbrigðisþjónusta verður brotakenndari og skilar minni árangri þegar einkarekstur breiðist út í félagslegu heilbrigðiskerfi eins og hér á landi. Þetta niðurstaða úttektar á rekstri heilbrigðisþjónustu í Evrópu og Vestanhafs. Mikil samstaða meðal Íslendinga að hið opinbera eigi fyrst og fremst að fjármagna heilbrigðisþjónustuna. Þetta hefur komið fram í könnunum hér á landi. Meiri ágreiningur hefur hins vegar verið hvernig eigi að reka þjónustuna. Íslenska heilbrigðiskerfið hefur á undanförnum árum færst frá því að vera félagslegt heilbrigðiskerfi í opinberum rekstri í kerfi sem einkavætt að hluta. Rúnar Vilhjálmsson, prófessor, fór yfir fjölmargar rannsóknir sem gerðar hafa verið í Bandaríkjunum og Evrópu árangur ólíks reksturs heilbrigðisþjónustu. Niðurstöðurnar sýna að þegar mat lagt á aðgengi að þjónustu þá koma félagsleg kerfi eins og hér hefur verið best út. Blönduð kerfi eins og í Vestur-Evrópu næst best en lakast aðgengi að þjónustunni í kerfum sem í einkarekstri. Kostnaður lægstur í félagslega kerfinu og lýðheilsa best. Þannig að eftir því sem að við getum sagt bæði fjármögnun og rekstur fer úr frá því opinbera og til einkaaðila að þá verður stýring eða stjórnun þjónustunnar og kerfisins erfiðari. Talið að upptaka nýjunga gangi hraðar í einkareknum heilbrigðiskerfum. Það einn helstu kostur þeirra og einnig öðlast ákveðnir hópar sjúklinga aukið val og þeir sem fá þjónustuna ánægðir. Þegar meta á árangur heilbrigðiskerfa verður að skoða heildaráhrifin. Og þá sjáum við að þegar við innleiðum einkarekstur í félagslegum kerfum þá verður þjónustan oft brotakenndari. Hún fer á margra hendur og þetta oft aðilar sem í ófullnægjandi samskiptum á milli sín og jafnvel í samkeppni skjólstæðinga þjónustunnar. Þannig og þó að þeir sem noti þjónustu einstakra starfsmanna séu kannski ágætlega ánægðir með þá þjónustu sem þeir fá, þá getur verið að kerfið í heild sé að verða brotakenndara og árangur þess sé að minnka á sama tíma. Í tengslu við gerð kjarasamninga lækna þá undirritaðu forsætisráðherra og formaður Læknafélags Íslands og formaður Skurðlæknafélags Íslands ásamt settum fjármála- og efnahagsráðherra í fjarveru þinni Illuga Gunnarsssyni undir viljayfirlýsingu og Kristínu Þóru Júlíussyni heilbrigðisráðherra. Þar í 7. lið yfirlýsingarinnar talað að opna ég fyrir fjölbreytt rekstrarform í heilbrigðiskerfinu. Það nú þannig að fjórðungur heilbrigðiskerfisins rekinn af einkaaðilum. Ef heilsugæslustöðvar eru teknar með, eru áform uppi það að auka vægi einkarekstrar í heilbrigðiskerfinu, eins og sumir hafa áhyggjur af eftir að þessi yfirlýsing var gefin út?
Við erum með tiltölulega lágt hlutfall einkarekstrar á Íslandi þegar borið er saman við Svíþjóð. Við erum í heilsugæslunni með allt annað fyrirkomulag heldur en á við til dæmis í Danmörku. Með þessu er í raun og veru ekki verið að segja annað í þessari yfirlýsingu en það að við ætlum áfram að leitast við að tryggja hámarksnýtingu á því fé sem við setjum í heilbrigðiskerfið. Og ef að við teljum að það sé með einkarekstri á einhverjum sviðum hægt að tryggja betri þjónustu, betri nýtingu þeirra fjármuna sem við tökum úr okkar sameiginlegum sjóðum til þess að ná þeim markmiðum sem við höfum sett okkur í heilbrigðismálum, þá erum við reiðubúin til þess að gera það. Og það er ánægjulegt ef við getum náð góðri samstöðu við lækna það. En er ykkur áform þetta í bráð? Já, þetta eru viðvarandi verkefni og jú, ég tel að í heilbrigðisráðuneytinu sé einmitt verið að skoða leiðir til þess að við getum án þess að það stór aukist leið útgjöldin fundið aðferðir til þess að bæta áfram þjónustuna. Og í mínum huga er alveg augljóst að í heilbrigðiskerfinu verður áfram og þú bentir á að við erum nú þegar komið með allnokkra þáttöku einkaaðila. Það verður áfram þörf fyrir slíkt og við getum notið góðs af því. Þú skoðaðir þetta á ráðstefnunni og fórst fyrst yfir hvernig einkavæðing skilgreind. Já, það virðist ríkja nokkur misskilningur notkun á hugtökum og eitt er að það er talað af sumum að einkavæðing feli eingöngu í sér einkafjármögnun, þar að segja að einstaklingar eða tryggingafélög aðri slíkir borgi þjónustuna en meðan ríkið borgi þá sé ekki verið að tala einkavæðingu. Þetta er mikill misskilningur. Einkavæðing er þríþætt í grófum dráttum. Hún getur verið í formi hreinlega sölu, fyrirtækis í opinberri eigu eða stofnunar, eigna sölu hreint og beint. Hún getur líka verið þessi einkavæðing í formi einkafjármögnunar, aukinar einkafjármögnunar, þar sem að sjúklingar bera meiri kostnað eða aðrir aðilar koma inn eins og tryggingafélög til að fjármagna heilbrigðisþjónustuna. Þar værum við að tala einkafjármögnun og í þriðja lagi aukin einkarekstur. Það er líka hluti af einkavæðingu. En það er kannski algengast í misskilningunni hér þegar mann segja að það skiptir ekki máli hver reki þjónustuna, það sé ekki einkavæðing meðan ríki borgi, en þetta er misskilningur. Já, þessi einkarekstur, það fellur undir. Aukin einkarekstur er dæmi aukna einkavæðingu á þessu formi, þessu einkarekstra formi. Þannig að það að opna fyrir fjölbreyttari rekstrarform, útboð eða annað slíkt, ég útiloka slíkt ekki. Nei. Mér finnst það ekkert vera svona einhvert heilat mál, það þurfa að vera pjúra ríkisrekstur. En við höfum dæmi það eins og til dæmis bara með S.A.A. sem er afvötnunar sjúkrahús á Vogi sem er sjálfseignarstofnun, einkarekstur, mætti fara út í það. Það má alveg kalla það að segja, þannig að sem hefur bara gengið mjög vel. En eru auðvitað að þiggja ríkisfé á hverju ári og svo eitthvað sjálfsaflafé. Fyrir að fyrsta vil ég bara segja, við erum opin fyrir því að bæta þjónustuna við almenning með ýmsum hætti. Virðulegur forseti, þetta er mikilvæg umræða. Við í Bjartri framtíð höfum nú ekki kippt okkur jafn mikið upp við yfirlýsinguna í kjölfar læknadeilunnar eins og kannski margir aðrir. Við höfum það á stefnuskráni okkar að styðja fjölbreyttir ekstraform í heilbrigðisþjónustu. Ég held að það þurfi í því verkefni að efla heilsugæsluna að horfa til fjölbreyttra ekstraforma. Það er að nýta sér aflið sem felst í frjálsu framtaki til þess að byggja þetta upp. Hraustasta fólkið fer ofta til læknis en það veikasta sjaldnar eftir breytingar sem gerðar voru á sænska heilsugæslukerfinu og fólu í sér meiri einkarekstur. Þetta kemur fram í úttekt ríkisendurskoðunar í Svíþjóð. Formaður Félags íslenskra heimilislækna talaði fyrir einkarekinni heilsugæslu að norrænni fyrirmynd í fréttum Ríkisútvarpsins fyrir þessum mánuði. Hann sagðist telja að í þessu fælist hluti af lausnin á því að þúsundur Íslendinga hafa ekki heimilislækni. Ríkisendurskoðun í Svíþjóð gaf í haust út yfirgripsmikla skýrslu árangur af breytingum sem gerðar voru á sænska heilbrigðiskerfinu 2010. Með breytingunum átti að bæta aðgengi sjúklinga að heilsugæslu og leyfa þeim að hafa meiri áhrif á eigin meðferð. Sjúklingum var leyft að velja sér heilsugæslustöð og einkafyrirtæki máttu stofna heilsugæslustöðvar þar sem þau vildu. Sænska ríkisendurskoðunin segir að þingið og ríkisstjórnin hafi innleitt tiltölulega frjálsan og óheftan markað þar sem gjald fyrir þjónustuna er tengt við sjúklingin. Það þýði að þeir sem bjóða upp á heilsugæslu keppi nú sjúklinga.
Í skýrslunni segir að framboð á heilbrigðisþjónustu hafi aukist en breytingarnar hafi leið haft mikil áhrif á sjálfa þjónustuna og erfiðara hafi reynst að fara eftir siðferðis viðmiðum heilbrigðiskerfisins. Kostnaður við heilbrigðisþjónustu virðist vera að aukast og breytingarnar reynist fjötrum fót þeim sem hafa mikla þörf fyrir umönnun. Þá segir að breytingarnar virðist ekki hafa aukið nýsköpun og þróun. Jákvæð áhrif sem felist í bættum möguleikum sjúklinga að hafa samband við heilsugæsluna, fleiri heilsugæslustöðvum og fleiri heimsóknum virðist aðalega hafa verið á sjúklinga sem þurfa litla þjónustu og eru vel stæðir. Þeir hraustustu fari oftar til læknis en áður en þeir veikustu sjaldnar. Tryggvi Aðalbjörnsson sagði frá. Stuðningur Íslendinga við að meira fé ætti að veita til heilbrigðismála og að hið opinbera reki heilbrigðisþjónustuna hefur aukist mjög frá 2006 samkvæmt nýrri könnun Félagsvísindastofnunar Háskólans. Mjög lítill stuðningur við einkavæðingu heilbrigðisþjónustuna. Rúnar Vilhjálmsson prófessor stýrði könnuninni heilbrigði og lífshættir Íslendinga að þessu sinni eins og hann gerði árið 2006. 1600 Íslendingar á aldrinum 18 til 75 ára tóku þátt í heilbrigðiskönnu og svöruðu spurningalistum fyrir hluta þessa árs. Yfirgnæfandi meiri hluti landsmanna telur að verja í meira fé til heilbrigðismála af opinberri hálfu. Einnig kemur í ljós að mikil meiri hluti landsmanna telur að þið opinbera eigi að fyrst og fremst að reka og starfrækja heilbrigðisþjónustuna. Ef við miðum við niðurstöðu 2006 þá sér maður að það heldur aukin hlutur eða hlutfall sem að vill að þið opinbera standi að rekstri einstakra þátta heilbrigðisþjónustunnar. Tæplega 91% var hlynnt því að hið opinbera, ríki og sveitarfélög legðu meira fé með það sem nú er til heilbrigðisþjónustu, 1,3% óbreytt fé og tæp 8% minna fé. Árið 2006 vildi 81,5% meira fé, 16,5% óbreytt fé og tæp 2% minna fé. Meirihlutin vill að sjúkrahúsi fyrst og fremst rekin hafi nú opinbera, samir að segja heilsugæslustöðvar, hjúkrunarheimili, heimahjúkrun, endurhæfingastöðvar og lýðheilsustarfsemi. Eina undantekningin er læknastofur, þar vill tæpur helmingur að þær séu jafnt reknar af einkaaðilum og hinu opinbera. Meirihlutin vill að tannlækninga barna séu reknar af hinu opinbera fyrst og fremst, minni munur eru á tannlækningum fullorðina. Það er ekki hægt að sjá stuðning við það sjónarmið að rekstur í vaxandi mæli að færast til einkaaðila. Þvert á móti virðist vera að kalla þarna eftir aukinni félagsvæðingu, getum við sagt. Þar sem ríkið komi í meira mæli heldur en nú er að ýmsum þáttum í heilbrigðisþjónustunni. Albanía er ljós árum og undan okkur þegar kemur á valfrelsi og samkeppni í heilbrigðisrekstri. Þar eru margir spítalar sem bjóða upp á alls konar þjónustu. Eitt af því sem þau gera er þau bjóða upp á fæðingarþjónustu. Maður getur valið hefðbundapakkan, silfurpakkan, gullpakkan og ýmislegt annað.